Góðan dag, Elín Þórdóttir heiti ég og ég ætla að segja í dag frá rannsókn á framburði unglinga á Íslandi sem hafa íslensku sem fyrsta eða sem annað tungumál. Og þetta er rannsókn sem ég hef gert í samvinnu við Guðlaug Hávarðarson sem er félagsmálfræðingur. Og þetta er hluti af stærri rannsókn sem beindist í rauninni að því hvað unglingar sem eru svona klára á grunnskólann, hvað þeir kunna mikið í íslensku og hvað þeir kunna mikið í ensku. Og þannig að við höfum mælt það í sambandi við orðaforða og samræðuhæfni. En þetta sem sagt snýst það hvernig við bera fram íslensku og ensku. Og það sem er kannski mikilvægt við það að framburður hann helst ekki endilega alltaf í hendur við aðra málkunnáttu. En hins vegar þá hann það sem viðmælendur nota oft til að gera sér í hugarlund hvað maður kunni mikið í tungumálinu. Þannig að það getur verið að maður hafi kunni mikið í tungumálu en hafi samt mjög sterkan hreim. Og eins getur að vera að maður beri mjög vel fram en kunni ekki rosalega mikið. En ég hef velt því fyrir mér af hverju Íslendingar virðast svo oft grípa til þess ráðs að byrja að tala við krakka á ensku. Jafnvel innan skólana, þá virðist vera að það sé talið að það geti hjálpað einhvern veginn að nota ensku sem millimál og mér dettur í hug hvort að það geti verið að krakkar líti út fyrir að kunna ensku betur en íslensku. Við höfum mælt á aðeins stærra úrtak af þessum sömu krökkum sem eru í þessari rannsókn hér og við komumst ekki að því að þau kunni ensku neitt betur en íslensku. En getur verið að þau bera hana betur fram. Og annað það sem vaki fyrir mér hérna með þessari rannsókn er það að það heyrist mjög oft á Íslandi og það tengist málstefnu eða málstefna tengist því að það virðist vera að sé talið að það sé mjög erfitt að læra íslensku. Það sé sérstaklega erfitt. Það er svona að þetta mér huga athuga getur verið að krakkar beri fram betur ensku heldur en íslensku. Og þáttakendur í þessari rannsókn voru unglingar í 8. til 10. bekk í skólum í Reykjavík. Það voru 27 krakkar með íslensku sem fyrsta mál, 18 með íslensku sem annað mál og 9 sem höfðu íslensku og annað mál heima hjá sér, sem að læra bæði málin frá blautu barnsbeini. Og við skoðum aðeins þessar þáttakendur, þau eru að meðaltali 14 ára, 14 og hálfs. Það er engin munur á hópunum þremur í aldri. Það er munur á menntunarstigi móður aðeins lægra og marktækt í hópnum sem hefur íslensku sem L2. Það er mjög mikill munur á þeim í lengd búsetu á Íslandi, eins og gefur að skilja, af því að krakkarnir sem hafa íslensku sem L2 þau hafa komið á mjög mismunandi tíma til landsins, það er mikið breytt þar. Þannig að samaskapi er mikill munur á aldri við fyrstu kynni af íslensku. Og það er mikill munur á þeim líka með hvað þau nota mikla íslensku heima hjá sér. Við sjáum það að krakkarnir með L2 nota íslensku 10% af tímanum heima hjá sér, nálægt því. Og krakkarnir með 2 fyrstu mál það byrja 60% íslensku. Krakkarnir með íslensku sem fyrsta mál nota íslensku nánast alltaf heima hjá sér, að sögn foreldra. Aðferðin hún var þannig að við prófuðum krakkana sitt í hvoru lagi á íslensku og ensku, þannig að það voru lögð fyrir þau bæði málpróf og slíkt annars vegar á íslensku hins vegar ensku, það leið það bil vika á milli og það var ekki sami prófandinn sem gerði þessar prófanir. Og til þess að skoða framburðinn þá báðum við þátttakendur að lesa texta upphátt. Og þetta voru textar sem voru samdir fyrir þessa rannsókn, þeir voru samdir þannig að þeir væru með frekar algeng orð og þannig að væri líklegt að krakkarnir þekktu þessi orð. Hins vegar var orðin voru valin þannig að það kæmu fyrir öll málhljóð sem í íslensku annars vegar hins vegar í ensku. Og það er mikilvægt að láta við lesa texta frekar en að nota sjálfsprottin málsýn í þetta til þess að orðaforðaval komi ekki inn í, til þess að mat á framburði truflist ekki af því hvaða orð krakkar velja að nota. En þetta fór þannig fram að krakkarnir voru beinir að skoða textan fyrst og lesa hann í hljóði og spurja ef það væri einhver orð sem þau þekktu ekki eða kynni ekki að bera fram. Þá sögðum orðin fyrir þau og sögðum hvað þau þýddu. Þegar þau voru tilbúin til að lesa upphátt, þá lásu þau upphátt og það var hljóðritað. Og seinna meir voru upptökurnar spilaðar af spjaldtölvu. Til að meta framburðinn þá fengum við 12
matsmenn sem voru á aldrinum 18 til 35 ára. Við vildum ekki að þeir væru of gamlir vegna þess að það til í dæminu að framburður hafa aðeins breyst eða eldra fólk hafa aðrar hugmyndir hvernig að tala. Allir matsmennirnir voru með eðlilega heyrn að eigin sögn og það sem við gerðum við byggum til hlustunarpakka af upptökunum, það alls 50 íslenskar upptökur og 50 enskar. Og við byggum til hlustunarpakkar sem voru þannig að til þess að matsmennirnir hlustuðu ekki allir á sömu upptökurnar og heldur aldrei í sömu röð. Þannig að þegar þetta var spilað að spjaldtölvunni þá var sett á svona shuffle þannig að komi upptökurnar í mismunandi röð. Þannig að hver matsmaður hlustaði á 26-32 upptökur og þegar upp var staðið þá hafði hver þáttakandi verið metinn þrisvar, sem sagt 3 matsmönnum bæði á íslensku og á ensku. Leiðbeiningarnar sem matsmennirnir fengu voru þeir myndu hlusta á upptökur. Þeim var sagt, sumir þeir sem að lesa hafa íslensku sem móðurmál, sumir hafa hana sem annað mál. Annað var þeim ekki sagt. Þau fengu ekki að sjá neina myndir, þetta var ekki vídeóupptaka, þau fengu bara að heyra það sem krakkarnir sögðu. Og matsmennirnir voru beðnir að svara þessum spurningum. Hefur lesarinn íslensku sem móðurmál? Ef ekki, hvaðan heldur að lesarinn sé? Og þá við gáfum ákveðna valmöguleika. Og ef lesarinn er ekki með íslensku sem móðurmál, hversu mikinn hreim finnst þér hann hafa? Hversu mikinn erlendan hreim á skala frá 1 til 9? Við spurðum líka hversu skiljanlegur upplesturinn, vegna þess að það fer ekki alltaf saman við hreim, hvort að maður skilur, og hversu öruggur finnst þér upplesturinn vera. Og við höfum áhuga á því vegna þess að við höfum áhuga á því svona hvaða hugmyndir fólk hafi það þegar það heyrir eitthvað tala sem hugsanlega með hreim, hvort því finnst þá að það sé ekki jafn þægilegt að hlusta á það eða ekki jafn örugt. Og það sem kom út úr þessu var þetta, ef við skoðum fyrst hreim og hérna íslenski hreimurinn í bláu og enski í grænu. Og við sjáum það að hóparnir 3 eru með fremur lítinn erlendan hreim á íslensku. Hann fer mest upp í 3 af 9 að meðaltali. En það marktækur munur milli hópana þannig að L2 hópurinn með meiri erlendan hreim í íslensku heldur en hinir 2 hóparnir. Ef við skoðum innan hópana þá eru allir hóparnir teljast vera með mun meiri hreim og marktækt meiri hreim á ensku heldur en íslensku. Við skoðum næst öryggi í upplestri. Öryggi í upplestri, við sjáum það fremur hátt. Það alveg yfir 7 af 9 að meðaltali og þarna kemur fram að það virðist ekki vera mikill munur en það marktækur munur þannig að L1 hópurinn öruggari að mati matsmannanna heldur en L2 hópurinn. Annar munur kom ekki fram, við bárum saman íslensku og ensku, þá var engin munur á öryggi á málunum 2. Við skoðum skiljanleika, þá svipað upp á teningnum en við sjáum að það virðist vera meiri skiljanleiki á íslensku heldur en ensku, samt var munurinn bara marktækur á íslensku milli L1 og L2 hópsins og það var engin marktækur munur á hópunum á ensku. Og það kom fram munur ef við byrjum saman tungumálin 2 þannig að L1 hópurinn var marktækt skiljanlegri á íslensku en ensku og það nálgaðist að veri sami munur sem sagt á krökkunum sem hafa 2 móðurmál heima. Nú við skoðum framburð í tengslum við búsetu á Íslandi og búseta á Íslandi sem sagt aldur barnanna mínus hvað þau voru gömul þegar þau komust fyrst í kynni við íslensku. Þannig að aldur við fyrstu kynni á íslensku algjörlega tengdur lengd búsetu. Og við sjáum það að það eru mikil tengsl þarna á milli og krakkarnir sem eru með mestan hreim, þau eru líka með stutta búsetu á Íslandi. En það sem mér finnst kannski merkilegast og kom mér mest á óvart við niðurstöðurnar úr þessari rannsókn það að þegar að krakkar eru búnir að vera það bil, segjum 120 mánuði eða það bil 12 ára á landinu, þá engin munur á þeim sem hafa íslensku sem fyrsta eða annað tungumál. Við lítum oft þannig á að hafa erlendan hreim sé svona annaðhvort eða, að maður sé innfæddur þá talir maður fullkomlega, en það kemur í ljós að fyrir þá sem komu snemma til landsins, ef þeir eru búin að vera 12 ára á landinu, þá hafa þeir komið einhvern tíma fyrir 4 ára aldur cirka,
að þeir sem hafa komið þess nefn og eru búin að vera þetta lengi, þeir eru óaðgreinanlegir frá Íslendingum, ekki bara því að þeir sjálfir tali fullkomlega vel, heldur af því að Íslendingar sjálfir tala ekki fullkomlega vel nema því leyti að það er ákveðin breidd í því hvernig má tala. Vissu matsmenninni hvaðan lesararnir væru, það er mjög athyglisvert að í 11 hópnum, þar sem voru 27 manns, það voru 11 af þeim voru talin að augljóslega vera með íslensku sem móðurmál af öllum matsmönnum, en fyrir restina af krökkunum þá var það breytilegt. Það sem sagt, 11 hópurinn þekktist ekki augljóslega frá 12 hópnum. Og í 12 hópnum þá var einn þáttakandi sem allir matsmennirnir töldu af íslensku sem móðurmál, en 7 voru taldir vera af íslensku sem móðurmál af minnstakosti einum matsmanni. Þannig að það er skörun þarna á milli hópana. Þannig að ef við tökum þetta aðeins saman, þá sjáum við að það er munur á framburði unglinga með íslensku sem fyrsta og annað mál og hann er marktækur, sérstaklega fyrir krakka sem eru ekki búin að vera mjög lengi á landinu, en fyrir þá sem eru búin að vera lengur þá er ákveðið bil, ákveðin skörun þar sem að þekkist ekki á milli ef maður sér ekki viðkomandi eða veit ekki hvaðan þeir eru. Þannig að framburður er sterklega tengdur búsetu, en það sem að mér finnst vera mjög mikilvægt við þetta er það að ef við hugsum út í það, af hverju við förum út í það að grípa til þess að nota ensku þegar við erum að tala við þessa krakka, þá erum við í rauninni að taka tíma af þeim sem þau gætu verið að nota í íslensku. Og það getur verið að sé hluti af ástæðunni fyrir það gengur fremur treglega hjá mörgum þeirra að læra íslensku, er það að tíminn, hann fer í annað, hann fer í ensku. Og við höfum komist að því sem sagt með því að mæla málkunnáttu þessara barna að þau kunna ensku ekki betur en þau kunna íslensku. Þessi rannsókn hér sýnir að þau bera heldur ekki betur fram á ensku, það er í rauninni langt í frá að mati matsmannanna. Þannig að já, þetta er sem sagt niðurstöðurnar. Þetta kemur mjög mikið á óvart að það er sem sagt svona mikil skörun á milli hópana. Og þá læt ég þetta gott heita. Takk fyrir.